Og ég ætla að gefa Alexander Hjálmarsinni, formanni ungra fjárfesta, orðið. Hann ætlar að stýra fundinum hérna í dag. Góðan daginn, ég heiti Alexander og formaður ungra fjárfesta, eins og Margrét kom inn á. Ég ætla bara að byrja á að fá að þakka Arion banka fyrir að bjóðast til þess að halda þennan fund með okkur og greinilega mikill áhugi á fundinum með við mætingu. Það hérna bara nánast fullur salur. Ef þið sáu dagskrána fyrir fundina þá áttu að vera 4 erindi. Því miður þá síðasti gesturinn, Dímo Dímov, hann kemur ekki til landsins fyrir á morgun. En í staði þið þurfum ekki að örvænta að í staðinn, hann sem sagt ætlaði að fjalla sögu venture capital í Bandaríkjunum, þá tók ég mig til í hádeginu í dag og samdi 15 mínútna dans þar sem ég ætla að túlka sögu venture capital í Bandaríkjunum. Þannig að verið bara róleg. En fyrsti gesturinn í dag, svo sem við fyrsta erindi, það Einar Gunnar Guðmundsson hjá Arion banka. Einar viðskiptafræðingur og með MBA-gráðu. Nei, hann líffræðingur fyrir ekki viðskiptafræðingur. Hann hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu, hefur starfað hjá alþjóðlegum fjármálastofnunum bæði sem ráðgjafi og sem partner. Hann hefur haft umsjón með Startup Reykjavík, Startup Energy Reykjavík, fyrir hönd Arion banka frá því að komið á fót og sem sagt starfar í dag sem fyrirtækja frumkvöðull Arion banka og ég ætla bara að gefa Einari orðið. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Einar Gunnar heiti ég. Ég hef starfað í Arion banka í 5 ár og þar af hef ég starfað með frumkvöðlamál, það sem að bankinn að gera fyrir og með frumkvöðlum síðan seint á árinu 2011. Það sem ég ætla fyrst og fremst að tala í dag, hvað og hvernig bankinn hefur stutt við íslenskt frumkvöðlaumhverfi. Og það ágætt í því samhengi hins vegar átt á sig því hvernig frumkvöðlaumhverfið á Íslandi. Það hefur klárlega batnað og styrkst á síðustu árum. Og við horfum aðeins á bara þessi ólíku tengslanet, það eru alls konar húsnæði, svona coworking spaces sem hefur verið komið á koppinn upp á síðkastið. Ýmis konar ráðgjöf og fræðsla sem í boði. Ég myndi þó segja að Klak Innovate og nýsköpunarmiðstöð eru þar svona kannski hafa þar verið fremst. Þar til kannski fyrr á þessu ári hefur hins vegar hafa fjárfestar ekkert verið gríðarlega margir. En úr því hefur orðið talsverð bæting á þessu ári eins og ég kem aðeins inn á eftir. Það gott að átta sig á því líka hvernig þessir fjárfestar eru og á hvaða stigi þeir eru að fjárfesta. Fyrir árið 2012 var þetta, getum við sagt, það sem við oft vísaði í sem dauðadalinn, var þetta nánast eyðimörk. Það var eiginlega enginn að koma þarna inn og fjárfesta. Mögulega einhverjir viðskiptaenglar, það að segja einstaklingar, sem eru fjárfestar og leggja ungum fyrirtækjum til lítið fé. Klárlega einhverjir styrkir og svo oft vísað í þetta vinir og fjölskylda sem á ensku oft kallað friends, family and fools. En síðan að hraðlarnir komu að þá hefur orðið mikil bragarbót þar á. Því til viðbótar eru þessir 4 sjóðir, nýsköpunarsjóður, Eiríksbrotar, Brunnurvaxtasjóður og Frumtak. Frumtak vísu með sjóð sinn númer 2 og Svana ætlar að segja okkur meira frá því á eftir. En svona lógíkin í þessu að þessir 3, þeir svona eru nánast á sprotastiginu eða fyrirtæki sem eru að koma af sprotastiginu meðan Frumtak ætlað fyrirtækjum sem eru á vaxtastiginu. Og síðan eru aðrir sjóðir sem oftast vísað í sem svona private equity sjóðir og fjárfesta þá í félögum sem eru komið með tiltölulega stöðugt sjóðflæði og svo enn þroskari eignastýringar, lífeyrissjóður og svo framvegis. Ég tók aðeins saman svona smá samantekt og það hvaða stærðina á þessum sjóðum. Þessir 3 sjóðir tilkynntu allir í mars eða apríl á þessu ári að þeir voru búnir að fjármagna sig og þetta eru rúmlega 10 milljarðar sem þurfa að fjárfesta á næstu 3 til 4 árum.
Og þetta náttúrulega ótrúlega mikil bæting ef maður bara horfir á árin 2005 til 2011, þar sem að þessi fjármunir voru afskaplega takmarkaðir. Allir þessir sjóðir, þeir fjárfesta í fyrirtækjum að langmestu leyti sem eru á alþjóðlegum markaði eru með skalanleg tekjumódel. Skalanleg tekjumódel þýðir þá að til þess að búa til tekjur að þá þarftu til dæmis ekki að kosta jafn miklu til, hvort sem að það eru fjöldi starfsmanna eða aðrar eignir sem að þarf að búa til þess að búa til tekjur. Nú, það var áhugavert að vera innan bankakerfisins árið 2011 því að þegar við fórum hérna allan innanhús að hugsa hvað það sem að vantar mögulega fyrir þetta umhverfi eða hvað er ný þjónusta sem að banki getur mögulega boðið upp á og við sáum það að frumkvöðlaumhverfið var nánast eins og eyðimörk. Og þess vegna tókum við okkur til og árið 2012 héldum við fyrsta skipti Startup Reykjavík. Og það einfaldlega gengur út af það að við veljum inn 10 fyrirtæki sem að í 10 vikur fá smá hlutafé sem eru 2 milljónir gegn 6% eignarhlut bankans en inn í verkefninu sjálfu að meðan því stendur og þá fá þau gríðarlega mikla leiðsögn fyrir að kemur aðeins aftur af því og eftir. Nú árið 2014 að þá sáum við að það var tilefni til þess að vera með enn fjölbreyttari þjónustu fyrir frumkvöðla en fókusera þá bara á orkugeirann og fórum í samstarf með Landsvirkjun, Nýsköpunarmiðstöð og Geothermal Research Group sem oftast kallað Georg og efndum til Startup Energy sem núna hefur haldinn 2 svar. Þar þetta algjörlega sama fyrirkomulag nema upphæðirnar eru aðeins öðruvísi. Og eins og staðan í dag þá hefur Arion banki fjárfest í 54 sprotafyrirtækjum. Og það þá minnst ákvæmst í 54 fyrirtækjum meira en ef við hefðum ekki ákvaðið að gera þetta. Og það sem skiptir náttúrulega máli í þessu að þetta algjörlega raunverulegur stuðningur, ekki bara í formi fjármagns, heldur alls stuðningsins sem verkefnin bjóð upp á. Og það hefur greinilega verið eftirspurn eftir þessu, því þetta fjöldi umsókna sem komu inn í hraðlana. Við sjáum að það vex fram til 2014 en á 2015 dettur þetta niður og svona ef ég rýni í þetta þá er það fyrst og fremst það að almennt gengur bara betur í samfélaginu, það er mjög lítið atvinnuleysi og svo má einhverju leyti segja að mögulega hafi verið kannski svona tappað af þessari helstu þörf. En mentorarnir sem að koma inn og hitta fyrirtækin á meðan verkefninu stendur eru gríðarlega margir. Sum fyrirtæki hitta jafnvel 40 til 50 einstaklinga sem eru alls konar fólk. Hvað sem það eru stjórnendur, millistjórnendur, fjárfestar, aðrir frumkvöðlar, fólk úr akademíunni og svo framvegis. Og þessir einstaklingar koma og hitta fyrirtækin á stuttum fundum, rýna hugmyndina, opna sitt tengslanett og oftar en ekki þá myndast einhver tengsl og það klárlega markmiðið að þegar að verkefninu lokið að þá verði til einhvers konar samband sem að mögulega heldur áfram lengur heldur bara á meðan viðskiptahraðlinum stendur. Viðskiptahraðall gengur út á það að gera meira hraðar. Það verið að hraða framgangi fyrirtækjana á meðan þau eru inn í verkefninu. Og vitnisburður allra þeirra sem hafa tekið þátt í þessu er gott dæmi það. Þannig að það sem að teymin fá eru ýmiss konar hlunnindi í gegnum alþjóðlegt samstarf, meira fókusera kannski á hugbúnaðarfyrirtæki. Nú það þetta fjármagn, það þessi sameiginlega vinnustaða sem að öll teymin og við og Arion banki og Klak Innovate deilum. Það þessi fundi með mentorum, fundi með skipuleggjendum sem eru þá Arion banki og Klak Innovate. Í þessum sal, þess að prógramin lýkur á því að teymin 10 koma að kynna sig fyrir fjárfestum og með það markmiði að fá frekara fjármagn við það að byggja upp sinn rekstur. Og alls konar stuðningur við að ná athygli fjölmiðla og ég mun nú sýna fyrirtæki sem að fara í gegnum hraðlana. Ég viss að mörg ykkar kannast við nokkur þeirra, ef ekki mörg. Og það Arion banki sem er fjárfestirinn.
Og það eina sem að teymin gefa frá sér í tilfelli Startup Reykjavík þá 6% eignarhlutur, en í tilfelli Startup Energy það 10% eignarhlutur, gegn þá meira fjármagni. Svo getur maður hins vegar alltaf spurt, hvað fjármálafyrirtæki eða banki að standa í svona frumkvöðlabixi? Við áttum okkur á því í upphafi að til þess að hafa að minnsta kosti trúverðuleika inn í frumkvöðlaumhverfinu, að þá yrði það sem við varum að bjóða upp á, það væri raunverulegur stuðningur á meðan það er að verða að byggja fyrirtækin. Ég fæ oft spurninguna, já, var þetta nú ekki bara enn eitt PR-stöndið? Ég hef alltaf sagt að það skiptir gríðarlega miklu máli að við vöndum vel til verka og að það sem við gerum, það myndar þá gott orðspor og það býr til gott PR en ekki hugsa þetta á hinn veginn. Og á þessu gríðarlega mikill munur hvernig maður hugsar. Og svo náttúrulega bara þessi grundvallar hugsun, eins og við þekkjum öll í orðræðu bara í samfélaginu. Það skiptir gríðarlega miklu máli að hér sé öflug fyrirtæki og verðmætasköpun á Íslandi. Aðeins við það hvernig fyrirtæki þetta eru. Það óhætt að segja að þetta séu langmestu leyti hugbúnaðarfyrirtæki. Það rúmlega helmingur fyrirtækja sem eru hugbúnaðarfyrirtæki sem hafa farið í gegnum Startup Reykjavík. Og af hverju hugbúnaður? Jú, það má, ef maður vísar í eins og fjárfestaglæruna, hugbúnaðarfyrirtæki eiga talsvert auðveldara með það að vera með skalanleg business model. Það skiptir ekki máli hvort þú selur 1 eintak eða 1.000.000 eintök. Það þarf nánast að kosta sömu til við að búa það til, þó eðlilega sé þarna þarf að veita mikinn stuðning á leiðinni, en það svona grunnhugsunin í þessu. En þetta eru vélbúnaðarfyrirtæki, matvælafyrirtæki og meira sé eitt liðafyrirtæki. Merkilegt nokk þá hafa ferðaþjónustufyrirtæki verið tiltölulega fá sem við höfum tekið inn. Og hvernig hefur þessi fyrirtæki svo gengið? Það er mjög gengið svona. Þetta eru 2/3 sem eru ennþá í virkni. Sú virkni mismunandi, sumir eru með verkefni kannski aðeins á kantinum, aðrir eru einfaldlega bara mjög fókuseraðir og nánast lifa á núglusúpu á meðan þau eru að byggja upp sín fyrirtæki, en önnur hafa einfaldlega gefist upp eins og eðlilegt Enn sem komið þá eru þessi fyrirtæki, þá eru tekjurnar sem þessi fyrirtæki ekki meira en 100 milljónir, þó við sjáum ákveðnar, það eru svona blikur á lofti með það að þessi fyrirtæki fara, sýnist mér mjög fljótlega mörg hver að búa til tekjur. Þannig að árangur getur verið mældur, hvernig gengur þetta, maður oft spurður af því, já, og það hægt að hugsa þá á mörgum forsendum. Eru þau virk, eru þau búið til tekjur, eru þau búið til skatttekjur, hafa þau fengið fjármagn og svo framvegis, þannig að það eru margt sem þarf að hugsa þessu samhengi. Og ég tók svona til gamans saman upphæðirnar sem þessi fyrirtæki að fengi. Þetta eru sem sagt fjármagni sem að bankinn hefur lagt, þessar súlur sem að bankinn hefur lagt í fyrirtækin. Hér bæti ég svo við upphæðin sem að fyrirtæki að fengi í styrki og þá fyrst og fremst frá tækniþróunarsjóði, þó að séu nú fleiri sjóðir líka sem eru á baki þessum tölum. Fyrirgefið, þetta eru það sem að aðrir fjárfestar hafa lagt fyrirtækjunum til. Svo bætum við styrkjunum við og hér eru upphæðirnar sem að fyrirtæki sem að fara í gegnum Startup Energy hafa fengið. Og þetta sem sagt eftir árgöngum, þannig að þetta hér eru fyrirtækin sem að tóku þátt árið 2012, þannig að það eðlilegt að súlurnar séu stærri eftir því sem að fyrirtækin eru eldri. Og við vonandi sjáum við allar súlurnar þá vaksa hægt og rólega eftir því sem að á líður. Og í heildina eru þessar upphæðir 730 milljónir sem að öll upphæðin þá komin til þess að fyrirtækin eða frumkvöðlarnir geti haldið áfram að styrkja sína starfsemi. Svo spurningin, hvernig fjárfestir svo Arion banki? Við reynum að vera eins sveigjanleg og mögulegt Öll fyrirtæki þurfa að gera hluthafasamkomulag og stofnendur eðlilega eiga alltaf að gera hluthafasamkomulag sín á milli. Nú komum við inn sem nýr fjárfestir og það hluthafasamkomulag rauninni ekkert annað heldur en
formfesting á því hvernig skal haga sér í tilteknum aðstæðum. Hvað má og hvað má ekki. Og allir ættu að hafa þetta í huga, hvort sem það eru 2 eða 3 sem eru að stofna saman félag. Við höfum séð mörg dæmi það að fyrirtæki fresta því að eða eru segjum 3 sem að stofna félag, eða 3, segja það er 1/3 á mann. Og þetta verður enn flóknara eru 4 eða 5 sem eru aðilar að fyrirtækinu, að svo kemur það upp að vinnuframlag 1 eða 2 einstaklinga var mögulega ekki hið sama og þá er fyrirtækið komið í vandræði. Þannig að hluthafasamkomulag er gríðarlega mikilvægt. Við reynum að veita stuðning þegar þarf, oftast en ekki er það bara í formi þess að fólk þarf mögulega kannski einhverja lögfræði aðstoð eða pælingar á bakvið það. Við megum náttúrulega ekki veita formlega lögfræði aðstoð, en einhverju tilfellum getum við kallað þetta sálgæslu, því að stundum lendir fólk bara í því að það veit bara ekki einfaldlega hvað það á að gera. En við tökum ekki að neinu öðru leyti þátt í rekstri fyrirtækisins, við tökum ekki stjórnarmann, en við viljum bara einfaldlega fá að fylgjast með því sem er að gerast í fyrirtækjunum. En lykilatriði er það að við skiljum það að byggja upp fyrirtæki, það tekur tíma. Margir fjárfestar spyrja mjög oft, hvað eru þið búin að búa til einhver exit? Hvað eru þið búin að græða þessu? Og svona standard svarið mitt er yfirlega bara, nei, við erum ekki búin að selja neitt. En hvenær fer eitthvað að gerast? Talaðum við svona eftir 5 til 8 ár. Þannig að við skiljum það að það tekur tíma að byggja upp fyrirtæki og það þarf ekki alltaf að vera auðvelt. Það er nefnilega þannig, svo þegar kemur að því að velja teiminin, hvað er það sem við horfum á? Þá er þetta bara fyrst og fremst, við höfum breytt fókusnum mjög mikið, við höfum sjálf lært mjög mikið, Arion banki og Klaki Innovative í að reka svona viðskiptahrað. Þetta snýst bara fólk. Þetta snýst ekki það að viðskiptahugmyndin þín, hún sé svo ótrúlega meiriháttar eða svo góð að þetta sé næsta hugmyndin sem á eftir að verða næsta Facebook eða hún getur verið það. En það er alveg ljóst að hugmyndin sem að þú ert með, hún mun taka breytingum og það snýst allt teymið. Og þess vegna höfum við reynt að horfa miklu frekar á samsetningu teymisins, hvernig fólk hugsar, hvernig það vinnur saman, deilir það sínum sýn á ekki bara á fyrirtækið, stundum einfaldlega bara á lífið og þannig að það er það sem skiptir máli en ekki hugmyndin sjálf, eins mikil klísja og þetta kann að vera, að þá er þetta bara einfaldlega veruleikinn. Það er fólk sem að framkvæmir hugmyndir. Hugmynd er ekkert annað en hugmynd, en það er fólk sem að framkvæmir þær. Hinn eiginleikinn er einfaldlega það og þetta hefur séð ótal mörg dæmi það, þau fyrirtæki allan úr startup Reykjavík sem við sjáum að virðast að minnsta kosti vera ná árangri, það er fólkið sem að gefst aldrei upp. Ótrúlega útsjónasamt, sýnir þessa þrautseigju, hvort sem er að afla viðskiptatækifæra, tala við fjárfesta og einfaldlega bara gefst ekki upp á leiðinni. Nú, ég ætla að láta rúlla hérna í gegn fyrirtækjunum sem hafa tekið þátt í startup Reykjavík. Þetta eru 40 fyrirtæki, ég er alveg viss að þið kannist við nokkuð þeirra. Það sem að einn hluta af þessu líka er einfaldlega bara það að við sem þjóð getum ekki lengur stólað bara á hlutina eins og þeir hafa alltaf verið. Á fiskinn, á ferðamannaðinaðinn eða á orkutengdar afurðir. Við verðum að breikka stoðirnar og eins og þið bara sjáu á þessum fyrirtækjum, þetta er ótrúlegur fjölbreytileiki af hugmyndum. Og ég verð að segja það allan fyrir mig persónlega, þá hefur það verið mjög mikill heiður að fá að kynnast öllu þessu fólki, því að krafturinn sem er leyst úr læðingi með því að vinna með þessu fólki og hvernig þau eru að vaxa á dafna, það er alveg ótrúlegt. Og ég man það að Höskuldur, bankastjóri, spurði mig einhvern tímann, Einar, hvernig gengur þetta? Og ég sagði nú við svona í gríni, ég minnst bara skrítið þess að ég fá að borga fyrir það sem ég er að gera, Því að það eru ótrúleg forréttindi að vinna með frumkvöðlum sem að brenna einfaldlega fyrir það sem er að gera.
Að þessu loknu, nú erum við komin í 2014 árganginn, að þessu loknu þá ætla ég að, fyrir þá sem ekki þekkja Startup Reykjavík, þá ætla ég að sýna örstutt myndband sem var tekið upp árið 2014 úr hræðlinum. Þessi voru á Kickstarter núna nýlega, henni Kitty í toppstöðunni. Nú erum við komin í 2015 árganginn. Það kennir ýmissa grasa. Þannig að horfum á smá myndband. Er ekki örugglega rétt, Stefán Baxter, að þú hafi komið oftast fyrir þessu myndbandi? Heyrðu, ég hef ekki meira að segja, en þakka fyrir mig. Ég verð hér fyrir framan og eftir, þannig að það er velkomið að heyra í mig með hvaða spurningar sem er. Takk hérlega fyrir mig.